Verið velkomin í samtalið inngildingu og fjölmenningu. En þessi viðburður hluti af jafnréttisdagum háskólanna, sem álegur viðburður og tengist jafnrétti og málefnum líðandi stundar. Jafnréttisdagar samstarfsverkefni háskólanna á Íslandi. Ég heiti Joanna Marcinkowska og verkefnastýra inngildingaverkefna hjá Háskóla Íslands. Við ætlum að fara yfir grundvallaratriði inngildingar og fjölmenningar, hvað hugtökin þýða og hvert gildi þeirra fyrir samfélagið á Íslandi. Við erum hér með gestir og það Miriam Petra Ómarsdóttir Awad sem mun útskýra hugtakið og segja frá hvað inngilding og fjölbreytileiki þýðir fyrir hana persónulega og með Kristín Hebbu Gísladóttir sem mun setja umræðuefni í samhengi og segja frá stöðu fólksins með erlendan bakgrunn. Ég ætla að leiða samtal og mun deila með ykkur upplýsingum verkefni inngilding í íslensku háskólasamfélagi sem ég stýri. Verið velkomin. Takk fyrir. Kristín og Miriam. Takk fyrir að koma og spjalla með mér. Við byrjum kannski með að þið kynni ykkur stuttlega og segja kannski frá tengslum ykkar við fjölmenningu og inngildingu. Byrja? Á ég að byrja? Já, Okay. takk. Ég heiti Miriam Petra Ómarsdóttir Awad og ég inngildingarfulltrúi landsskrifstofu Erasmus Plus á Íslandi. Þannig að ég vinn svona mikið með inngildingu í daglegu starfi út frá því. Ég alltaf að velta fyrir mér inngildingu af því að þessi verkefni sem að Erasmus Plus að styrkja, við viljum náttúrulega þau séu inngildandi en það svo ótrúlega fjölbreyttar nálganir á inngildingu. En ég náttúrulega barn innflytjanda, þannig að ég á eitt íslenskt foreldri og eitt erlent og það hefur bara markað mína reynslu af því að vera Íslendingur með blandaða rætur. Af því að ég ekki alltaf séð sem Íslendingur í mínu eigin samfélagi. Þannig að inngilding hefur líka persónulega merkingu fyrir mig upp á það að gera að mér hefur ekki alltaf fundist ég tilheyra heima hjá mér, einhvern veginn, eða í landinu mínu. Þannig að þetta eitthvað sem mér mjög hugleikið og ég líka verið að vinna í þessu að reyna að efla eitthvað samtal áhrif fordóma á líðan fólks. Þannig að það kannski minn persónulegi vinkill á þessu málefni. Kristín. Já, ég heiti Kristín Hebba og ég vinn hjá Vörðu sem rannsóknarstofnun sem að ASÍ og BSÍB eiga og kannski áhugi minn á stöðu innflytjenda kom algjörlega óvænt upp og það var rauninni bara gagnadreifið af því að við vorum eitthvað svo heppin að ólíkt öðrum könnunum og það var erfitt að fá svör frá innflytjendum en við erum svo ótrúlega heppin að það svo hátt hlutfall innflytjendum sem að svara könnunum okkar og í fyrsta skipti þegar við fengum gögnin og skoðum við náttúrulega eftir uppruna því við fengum svo góða svörum með innflytjenda að þá bara brá mér að sjá myndina náttúrulega og hún hefur komið núna ár eftir ár og var það 5 ára og það var einhvern veginn bara það sem vakti áhuga hjá mér og ég hef auðvitað ekki persónulega reynslu en maður alltaf að sjá bæði hjá annarri kynslóðar innflytjendum og innflytjendum bara allt hennu staða og við mér í gegnum þessi gögn sem bara ótrúlega innfætt með bara íslenska rætur blasti bara við eitthvað annar raunveruleiki sem ég hafði einhvern veginn aldrei skilið eða tengst og það bara lærtasvýrt og gott fyrir maður sem mannesku og síðan auðvitað ábyrgð að vera með þessu gögn og koma þeim á framfæri. Já, kannski mín text auðvitað út frá uppruna. Ég uppalin og fædd og uppalin í Pólandi en búin að vera hér á Íslandi í 20 ár held ég. Bæði foreldrar mínir eru pólskir og ég tengist svolítið finnst mér umræðu og málefni innflytjenda bara frá byrjun, fyrst út af reynslu, en líka í gegnum starfið og svo fannst mér eins og ég vitnaði að þessi uppbygging og þróun á innflytjendamálu á Íslandi ég hef tekið virkan þátt í því í gegnum starfið bæði hjá Reykjavíkurborg og í ráðuneyti og í gegnum árin það finnst fyrst við byrjum auðvitað að hugsa fyrst og fremst þetta sem við þurfum að gera, þurfum að gefa fólki upplýsingar og við þurfum að hjálpa fólki aðalagast samfélaginu og þetta var fyrsti útgangupunktur í öllum
umræðu og ennþá að hlúta til Já. mér. Einmitt. En svo þegar ég nálgaðist svolítið svona málefni bara út frá stöðu í Evrópu og það byrjaði að hugsa miklu meira að það sé ekki í rauninni lausn að bara gefa fólki upplýsingar og bara sjá hvað verður. Einmitt. Það kannski það er ekki allt sem þýðir fyrir samfélagið. Akkurat. Og einmitt, hvað er í rauninni inngilding og hvað það þýðir? Byrja. Já, inngilding svo, þetta er svona, ég ætla ekki að segja að þetta sé eitthvað svona love-hate relationship, sko, bara við hugtakið, en það byrjaði svolítið þannig. Núna, ég er mjög metnaðarfull gagnvart inngildingu en bara svona, fólk er oft bara fast svolítið í bara hvað þýðir þetta eiginlega. Og fyrir mér að það þýðir þetta svo ótrúlega margt að það er eiginlega bara svona frekar erfitt að svara því á einhvern einn veg, hvað er inngilding? En mér finnst inngilding vera bara, þetta er sjálfsvinna, þetta er lærdómur og þetta er eitthvað svona sem við gerum, einhver virkni. Þú getur ekki verið passífur í inngildingu, Þetta er einhver virkni sem að fer fram til þess að tryggja að bara fólkinu í kringum hann líði hreinlega vel. Og þetta er eitthvað sem við gerum mjög náttúrulega í mjög mörgum aðstæðum. Við erum mjög inngildandi gagnvart kannski nánustu fjölskyldumeðlumum og einhverjum vinum sem að við þekkjum kannski og eru kannski með einhverja sérþarfir. Einhverja svona, eða sérþarfir, ég þoli ekki þetta orð, en bara eins og ef ég horfi út frá sjálfur mér sem er með fæðuofnæmi. Vinir mínir eru að vera inngildandi ef þau bjóða mér í mat og eru ekki bara með fullt af hnetum út allt. En við köllum þetta ekki inngildingu. Ég er ekki ertu til í að vera inngildandi? Þetta er samt það sem inngilding er að einhverju leyti. Og inngilding er bara á stærri skala, þarf inngilding að vera samfélagsleg og þetta þarf að vera einhver svona virkni til þess að samfélag sem er bara ekki, og við verðum bara að takast á við það, að það er ekki sniðið nema með ákveðnar þarfir eða þarfir ákveðins hóps í huga og þá þurfum við að gera alls konar hluti, vera með alls konar gjörðir og bara einhverja virkni, sem sagt ekki bara orð til þess að virkja fólk og leyfa því að vera jafngildir þáttakendur og reyna að brjóta niður þessar hindranir og það þýðir ekki að það sé bara fólki sem verður fyrir hindrunum sem á að brjóta það niður, við þurfum öll einhvern veginn að leggja okkar lóð á vogarskálarnar til þess að bara, taka burtu þessar hindranir og kannski breyta hvernig okkur finnst sjálfsagt að samfélagi sé. Þegar við erum pínu bara búin að, eins og fólk sem verður búin að sætta sig við það, en inngildingi er allt það sem við gerum til þess að svona endur skapa þennan kassa sem samfélagið hefur snýtt okkur einhvern veginn gegnum tíðina. Langa svarið. Stutta svarið er að fagna fjölbreytileikanum og gera alltaf ráð fyrir honum, en ef ég segi þá bara þá kannski skilur fólk ekki endilega hvað ég er að meina. Einmitt. Þegar ég skoða, ég núna stýri verkefni sem varðar inngildingu hér í háskólasamfélaginu og mér fannst alltaf svo gott að verkefni heitir ekki bara inngilding erlenda nemanda en nema inngilding háskólasamfélagi því inngilding er ekki bara einhlíða leið að einhver eitt gera eitthvað, það þurfa allir að gera það. Algjörlega. Og í verkefni gerum við grein fyrir alla í háskólasamfélagi sem eru bæði nemendur, starfsfólk, stjórnsýsluna og líka akademía. Og þegar ég skoðaði í rauninni hugtakið hvað samfélag þýðir, og það er samfélag ekki án þess að það sé í tilfinningu fólk sem er hluti af samfélagi. Fólk er ekki hluti af samfélagi ef þau tilheyra ekki samfélaginu. Og mér fannst þetta svolítið svona bara svona byrjunarpunktur í rauninni, eitthvað sem er sjálfsagt hluti af samfélaginu. Við erum ekki að fylgja þessu í svona stóru samhengi samfélags, til dæmis á Íslandi eða Evrópu eða í heimi. Af hverju finnst ykkur að þetta verður ekki saman einhverjum megin svona í meðvitund svona almennum fólks hugsun samfélagið. Af hverju erum við að einhverjum megin að skilgreina fólk út frá einhverju alltaf? Af hverju verður ekki að hugsa okkar samfélags er fjölbreytt og af hverju viljum við ekki frá útgangspunkti að viðurkenna að fólk getur verið alls konar? Hlutaði held ég eitthvað svona bara að við erum ótrúlega einslegt samfélag og ógeðslega stutt síðan að voru bara allir eins hérna, og mann bara, mamma mín sagði mér, hún man eftir þegar hún hitti fatlaða mannesku í fyrsta skipti,
og þú veist, ég meina hún er ekki ég meina, þú veist og þetta er náttúrulega fáránlegt af því að þannig að, já, ótrúlega en ég ætla ekki að vera að afsaka þetta og síðan höfum við líka þessa tilhneigingu til að hólfa hluti niður og flokka fólk og bara heiminn í ykkur box, þú veist en ég meina þannig að það eru mikla breytingar, þú veist, á hlutfalli innflytjenda á Íslandi á ógeðslega stuttum tíma. Ég held að ég meina, það er algjörlega augljóst. Við höfum ekki fylgst kannski neitt rosalega vel með því hvernig það hefur gengið, sko. Og það er líka ótrúlega, og mér finnst það mjög áhugavert, sko, í ljósi þess að samfélagið hefur fengið mjög mikinn ávinning af, þú veist, af því að að fólk vill flytjast hingað, sem er náttúrulega ótrúlegt í rauninni, þú veist, til það fyrsta. Og þannig að þetta er svona, kannski eitthvað svona þróun sem hefur orðið á þess að nokkur hafi fylgst með því eða velt upp spurningum ábyrgð okkar sem samfélags, þú veist, á að þetta hér fái allir sömu lífsskilyrði og eða þú veist að búa allir við mannsæmandi kjör og svo framvegis og þetta er einhvern veginn bara svona mín tilfinningu svo þetta er bara einhvern veginn svona þróast einhvern veginn á þess að einn hafi einhvern veginn haft stjórn á því og svo allt í einu dettum við núna þú veist svona síðustu missir inn í einhverja umræðu þar sem að það er verið að kennir henni innflytjendum alls konar vankanta í okkar samfélagi sem er engin orsaka tengsleikunni á milli og lítum ekki til framlags innflytjenda til samfélagsins og líka bara einhvern veginn þessu svona ótrúlega sérstöku samsetningu, þú veist bara aldur samsetningu innflytjenda, þú veist svona mjög hagfellt fyrir samfélagi, þetta er bara fólk sem að þú veist er ótrúlega vel menntað, innflytjendur eru mjög vel menntaðir og eins og enn ASI og BCB sem er svona 75% af vinnumarkanum að það er hærra hlutfall innflytjendum með háskólamenntun heldur innfæddum. En innflytjendur eru þetta miklu meira mæla ekki störfum sem að henta, þú veist, getur þeir á menntun. Og síðan bara þessi aldurssamsetning, það sem búin með fólk sem að fer bara beint inn á vinnumarkan, kemur til Íslands fyrir beint inn á vinnumarkan, ógeðslega há atvinnuþátttaka og samfélagi ekki búið að kosta neinu til, sko, engu. Þú veist, og mér er svo erfitt þess að í þessar umræðu sem hefur verið upp á síðkastið að það er ekki hort til þessara þátta og eitthvað svona hópur sem við höfum ekki staðið okkur vel gagnvart, ég myndi bara algjörlega fullyrða það, þú veist, út frá því þegar maður er búin að skoða stöðu innflytjenda að við höfum ekki staðið okkur vel að skella skuldina á þau ykkur svona ábyrgð á ykkurum vanköntum. Þannig að, og svo veist mér líka alltaf mjög, það er svo margt svo, mér stu við svo margt ótrúlega hagfellt fyrir okkur varðandi samsetningan, eins til dæmis atvinnuþátttaka innflytjenda kvenna, hún er mjög mikil og það er hærra hlutfall af innflytjenda konum sem er í fullu starfi heldur en innfædda konur til dæmis. Og það er svo margt bara rosalega gott við samsetninguna, sko. Ég má bara aðeins bæta við þetta því að ég held sko að það er líka rosalega áhugavert að skoða þetta út frá sko, þú veist, hvernig við skilgreinum okkur sem þjóð. Já. Og þú veist, þessi uppruni, sko, bara hvað er þjóðerni og það er svo gaman að pæla í þessu líka út frá því að þú veist, í einhverju svona sjálfbjargar viðleitni á 19. og byrjun 20. aldar að þá, þú veist, þurfum við að skilgreina okkur einhvern veginn sem þjóð meðal þjóða og það er, þú veist, til þess að gera það í einhverju sjálfstæðisbaráttu og þá og þá er það bara þannig að það til þess að fá eitthvað fylgi fyrir því að við séum í rauninni siðmenntuð evrópsk þjóð sem á að vera sjálfstæð að þá þurfum við líka skilgreina okkur sem einhvern veginn svona hvíta þjóð með glæsta sögu sem að byggir, þú veist, þjóð sína á einhverjum sagnaarfi, tungumáli og hreinleika og við höfum bara ekki uppfært þær hugmyndir þótt að samfélagið hefur tekið breytingum. Þannig að jafnvel þótt að þú sért skilur eins og ég sem er Íslendingur með erlenda bakgrunn og með, þú veist, erlend blandað nafn en ég tala íslensku bara sem móðumál. Þú veist, ég mæti samt bara fordómum í mínu eigin samfélagi út af því að ég passa ekki inn í þetta box og ég er í algjöru forréttindastöðu samt sem áður en þú veist, það voru bara, ég svona einhvern veginn fell þetta milli skips og bryggju í mörgum tilfellum að því það er verið að tala kannski innflytjendur og svo verið að tala Íslendinga, það er aldrei verið að tala okkur sem erum mitt á milli.
En þú veist, já, það er bara oft, þú veist, ég er einhvern veginn alltaf einu eitthvað talsvari fólks af erlendum uppruna, en þú veist, hvað er íslenski bakgrunnur minn, ég líka ætti frá Bíldudal, sko, þannig að þetta er svo fjölbreytt, þú veist, en við höfum aldrei sem samfélag tekið þetta samtal hvaða þýðir að vera Íslendingur, þú veist, að því ef þú ferð og spyrð fólk hvað er það að vera Íslendingur, þá svarar enginn bara það er að vera hvítur, en það er samt alltaf viðmiðið, þú veist, það er að vera hvítur og frá einhverju ákveðnu þú veist landi, að því að svo sér maður að kannski innflytjendur sem komið til Íslands snemma á 20. öldinni, frá þú veist Danmörku, Þýskalandi, Noregi eitthvað, þau eru bara eitthvað allt í einu bara automatískt miklu frekar samþykkt sem Íslendingar og þeirra erlendu ættarnöfn eru bara fín, bara flott, en ef þú ert að koma annar staðar frá, aðeins austar í Evrópu, þú veist, lengra frá, ekki nógu fínt og ekki nógu íslenskt, sama hvert, sko, hvað framlag til samfélagsins þú hefur, eða þú veist, þá ekki að mæla mann einhvern veginn út frá einhverju samfélagsframlagi, skilur, en af því að við höfum bara aldrei tekið þetta samtal það að það geti verið eitthvað fjölbreytt við það að vera Íslendingur. Við erum löngu hætt að vera einsleitt samfélag, en við erum alltaf að hengja okkur mikið á að við höfum bara alltaf verið það. Er það? Eða þú veist? Já. Svona pínu rant hérna Kannski talandi, við erum að tala inngildingu sem varðar innflytjenda fólk með erlenda bakgrunn út af verkefninu sem við erum að vinna hér í háskólan. En auðvitað er inngilding ekki bara að vera með erlenda bakgrunn en inngilding varðar öllum hópum í samfélaginu. En mér langar svona aðeins að spyrja Kristínu þar sem þú ert búin að koma á þessu kannski aðeins í fyrirsvari, en hvað er staða fólk af með erlenda bakgrunn á Íslandi? Ekki einu orði kannski? Nei, einmitt. Það er þessi svona, ef maður svona, þegar maður fæði svona gögn sem eru eins og við fáum, þú veist, árlega í svona stóri könnun sem við erum að leggja fyrir með fólk sem eru stéttarfélögin sem eru fallundir ASÍ og BSRB, að þá maður náttúrulega, þú veist, það sem er svo áhugavert gögnum eru svona mynstur. Og sjá kannski ár eftir ár sömu mynstur einhvern veginn falla eins og það er alveg skýrt að fjárhagsstaða innflytjenda til dæmis munverri heldur en innfæddra og bara á öllum mælum hverju sem við erum að nota til að meta fjárhagsstöðu og síðan er alltaf náttúrulega samhangandi við fjárhagsstöðuna í stað á húsnæðismarkaði og það er auðvitað miklu hærra hlutfall innflytjenda, sama skapi líka almenna leigumarkaði og raunar bara mjög hátt hlutfall og svo er það líka einhvern veginn og það tengist líka einhvern veginn sko stöðun á húsnæðismarkaði hér er að oft helst það í hendur að fólk sem er á almenna leigumarkaði að það er ekki bara kannski að borga mjög háa leigu að það er svo margt annað, þú veist, það er ótryggt húsnæði, verra húsnæði bara þessi húsnæði hentar ekki að vel og svo framvegis og við sjáum að þú veist að það er alltaf séum 35% innflytjendum sem eru þú veist búið í herbyggi eða bílskúr, atvinnuhúsnæði og svo framvegis miklu færri fermetrum hafa í miklu meira mæli þurft að flytja sko 5 sinnum oftar síðustu 5 árum og það er ógeðslega mikið og það er ógeðslega mikið óryggi og ótrúlega mikið mál að vera alltaf að taka sig upp og fara milli hverf og leita húsnæði og koma sér fyrir, rífa kannski upp börnin og allt þetta og síðan sjáum við auðvitað líka að líkamleg heilsa hún er svona kannski það eina sem er svona svipað og hjá innfæddum en það er mjög þekkt að sérstaklega hjá innflytjendum, þú veist að líkamleg heilsa oft bara eins og hjá innfæddum og svo oft í annarri kynslóðar innflytjendum sér maður í erlendur rannsóknum að þá er líkamleg heilsorinn verri en hjá innfæddum en andleg heilsa meðal innflytjenda er verri heldur en innfæddra og er þá mun hærra hlutfall sem býruslega andlega heilsu og síðan eru þetta þessi rosalega skiptingurinn á vinnumarkaðnum þú veist að það er rosalega hátt hlutfall innflytjenda í ræstingum, byggingariðnaði, ferðaþjónustu og þetta er annars konar störf eða annars konar, þetta er, já, ég meina vinnumarkaðurinn orðin einhvern veginn svona svolítið skiptur sem að líka þá dregur úr að bara það blandist eðlilega
allir hópar mhm. sem óheppilegt og síðan sjáum við þetta líka það sem maður hefur svona áhyggjur af að þegar við erum búin að sjá þessar tölur bara alltaf, núna í 5 ár og við spyrjum sem sagt fólk sem á börn hvort að fjárskortur hafi komið í veg fyrir að við geta greitt svona grunnþætti fyrir börnin sín. Bara nauðsynlega klæðnað, næringarríka mat og vilt, gefa börnunum jól- og afmælisgjafir, getur stundað tómstundir og líka bara getur takið þátt í félagslífi, þú veist, börnin getur farið í afmæli til vina síns eða farið í bíó með vina sínum eða eitthvað. Og við sjáum að hverju ári er alltaf mun hærra hlutfall innflytjenda sem að hafa ekki efna á svona grunnþáttum fyrir börnin sín og sko þetta er auðvitað ekki merki jafnræði í samfélaginu sko, það er alveg augljóst og afleiðingarnar af svona stöðu til framtíðar eru líklegast ekki góðar og við erum auðvitað líka fann að spyrja hvort að fólk eigi annað eða báða foreldra sem erlend og erum að spyrja að skoða það sem ekki komið svona skýrmynstur í það rosalega breytilegur hópurinn og hann ekkert sérstaklega stór ennþá en það er held ég eitthvað sem við höfum eftir að sjá bara á næstu árum hvernig það þróast en ég myndi allan að segja að bara fyrir mig sem bara manneskju bara finnst mér ástandið algjörlega óbóðlegt og mér finnst alveg augljóst að geta ekki verið svona og þetta hefur verkalýðshreyfingin bara staðið sér mjög vel í að reyna að varðveita og bæta stöðu innflytjenda en það er svona maður myndi vilja bara sjá meir breytingar sko og við veit að þetta sem þú segir hefur þá áhrif á samfélag sem heild já, auðvitað því hvað innflytjendur eru orðin næstum því 20%, 18% svo þetta rísastór hópur sem megum við segja tilheyri ekki eða að hluta til samfélag eða einhvers konar svona upplifir kannski einhverja jaðarsetningu ég meina ef þú tekur þessu tölur líka og skoðar sko bara, þú veist, innflytjendur, börn innflytjenda og fólk með eitt erlent foreldri þá ertu komið með, þú veist, þetta er alveg að slaga upp í 1/4 af þeim sem búa í Íslandi stundum hef ég tekið inn í þessa tölu þegar að skoða þetta líka sko börn Íslendingar sem að fæðast erlendis og flytja svo heim af því þau eru stundum, ég tala ekki alveg fullkomna íslensku upplefa einhver tengsl við eitthvað annað land, þú veist, frekar heldur en Ísland og eru eitthvað að fóta sig ekki með kannski sama tengslanett og eitthvað svona og bara, þú veist, þetta er 1/4 og þetta er ekki kannski tala, þú næri ekki endilega utanum kannski eitthvað svona barnabörn þú veist, fólk sem eru innflytjendur sem eiga kannski íslenska maka, sko, þú veist, þá eru kannski börnin þeirra íslenski ríkisborgarar og svo barnabörnin, þú veist, eru kannski bara inn í restin af kökunni, þú veist, sem Íslendingar, þannig að þú veist, þessi tengsl við önnur lönd er bara mjög, mjög víða í íslensku samfélagi. En mér var svo áhugavert sem varst að tala eins og með andlega heilsuna, því að, þú veist, það gleymist svo oft líka bara að tala hvað það er mikið líjandi andlegt áreiti að upplifa jaðarsetningu. Þú veist að því við erum ofta að tala þetta eins og þetta sé svona, þú veist, þetta er óþægilegt samfélagslega vandamál en ef þú verður ekki fyrir þessu þá er þetta kannski bara eitthvað svona eitthvað leitt. En þetta er, þú veist, þessi tilfinning, bæði tilfinningin að tilheyra ekki, þú veist, þetta er eitthvað svona, þetta er ekki bara eitthvað sem að kemur upp einstaka sinnum yfir, þú veist, eitthvað langt tímabil. Þetta er bara eitthvað sem þú lifir inn í daglega og þú ert alltaf á varðbergi af því þú býst alltaf við því að einhver komi neikvætt fram við þig, eða leiðilega fram við þig eða bara að þú munir ekki geta gengið að sömu tækifærum vísum, þannig að þú ert bara búin að, þú lendir einhvern veginn í þeim, þú veist, í þeim aðstæðum eða hvað maður segja, skilur að þú býst ekki við neinu góðu, þú veist, og að líða þannig, og margt fólk hefur kannski gengið í gegnum eitthvað svona erfiðleika tímabil þar sem þið finnst allt vera á móti sér og tengir kannski við þetta hvað það er bara ógeðslega líjandi, hvernig á maður að fara fram úr á mótnana þegar maður er að gangi í gegnum eitthvað erfið og þetta getur komið fyrir okkur öll en bættu þá bara hinu ofan á það sem eitthvað svona viðvarandi ástand og andleg heilsaðin hún bara fer bara í rusli og þetta gleymist svo oft finnst mér að þú getur alveg verið bara í mjög mikið til forréttindastöðu. Þú veist, eins og bara ég sjálf, ég er bara mjög mikil forréttindastöðu í dag, en upplifun mín að því að vera ung manneskja á Íslandi
var bara ógeðslega erfið þegar ég var yngri og áður en að ég náði eitthvað að klára að mennta mig og komast í einhverja vinnu sem ég var sátt við og eitthvað, þá var ég miklu frekar að lenda í fordómum því ég var að vinna í þjónustustörfum og eitthvað og þetta hafði bara mjög mikil slæm áhrif á mína sjálfsmynd sem ég er ennþá að vinna úr og ég bara blessunarlega á, þú veist, öðrum stað í dag heldur en ég var þá, en ég get verið rétt ímynda mér það hvernig það er að vera kannski búin að vera inn í þessu viðvarandi ástandi bara frá, þú veist, barnæsku fram á fullorðinsár eða bara öll fullorðinsárin, þú flytur til annars lands af því þú vilt betri framtíð fyrir börnin en allt sem þú ert er einhvern veginn ekki nógu gott, sama hvað þú leggur þig hart fram, hversu niðurbrjótandi áhrif hefur það á fólk og þetta er líka bara það sem að tölurnar segja okkur eitthvað en það er ógeðslega auðvelt fyrir samfélagið að vera eitthvað svona, já, við þurfum eitthvað að gera og við finnum einhver úrræði fyrir fólk en þetta snýst líka viðhorf okkar hinna, sko, gagnvart fólki og við erum náttúrulega með líka bara, við spyrjum til dæmis bara hérna hafa orðið fyrir mismunun á vinnumarkaði, upplöf fordóma og svona og það bara tölunar sýna það svart og hvítu bara að hvað innflytjandi verið í miklu meira mæli fyrir réttindabrotum til dæmis á vinnumarkaði þessi, þú veist, ekki fór rétt greitt eða, þú veist, alltaf þetta vera alltaf einhvern veginn á varbergi eða sé ekki vera að vaða yfir þig alltaf eitthvað svona standa á þínu, þú veist, þetta er náttúrulega ótrúlega mikið álag, sko. Já, bara líjandi vinna sem ekki allir geta staðið í, sko. Svo líka þegar hugsa maður að við erum að eyða svo miklum tíma í vinnunni, þú veist, gegnum okkar líf í rauninni og þú veist, ég get ekki ímyndað mér að vinna vinnu þar sem ég þú veist, ofan á álag í persónulífi líka einhver upplifun á mismunum og fordómum í vinnunni það bara, þú veist, það ekki, ég ekki hissa að fólk með slæma andlega heilsu. Og líka bara eitthvað að reyna að læra nýtt tungumál. Og fjárhagsáhyggjur. Bara allt þetta, svo fólk bara, þú verður bara að læra íslensku. Af hverju ertu ekki nú duglegur að læra íslensku, að fara í íslensku nám og eitthvað. Og við bara verðum svo oft hugsa til þess, sko, því að þú veist, ég lærði sko frönsku í grunnnámi í HÍ og fór í skiptinám til Kanada og ég var búin að læra frönsku þá sem, þú veist, nemandi í menntaskóla í 4 ár. 1 ár í háskóla, svo fer ég út í skiptinám það sem allt á frönsku og ég var með hausverk hverjum einasta degi þegar ég kom heim úr skólanum og ég var bara að bugast, samt var það bara mitt fulla starf að læra frönsku, þú veist, ég var ekki í neinu öðru, ég var bara í námi og að ætlast til þess að fólk komi, vinni líjandi vinnudag, fá ekki kennslu á íslensku á vinnutíma, svo fer það út í búð og reynir að tala íslensku og þá tala allir ensku og segja svo, sko, nei, lausnin er bara þau tala ekki nú mikið íslensku. Ef þau myndu bara tala íslensku, þá væri það vandamál. Og ég get bara sagt það, sem manneska sem er með erlent yfirbragð, sem talar reiprennandi íslensku, að það er bara ekkert nóg að tala bara nógu góða íslensku. Að því að fólk trýtar því samt sem einhvern veginn svona second class, þú veist, bara af því að þú ert ekki nú íslenskur í þeirra augum. Bara, don't get me wrong, sko, ég elska Ísland og ástæðan fyrir því ég segi þessar hluti er bara að ég vil bæta samfélagið að því ég vil bara öllum geti liðið vel. Ég vil fá að upplifa það að ég tilheyri bara landinu mínu og bara að fólk sem vil setjast þér að tilheyri og fá að blómstra. Ég er ekki að segja þessar hluti að því ég sé eitthvað hat Íslandi eitthvað, ég elska Ísland ógeðslega mikið. Skilum það ekki þannig, við skilum það ekki þannig. Nei, menn við getum heldur ekki, ég meina það verður að vera leyfilegt að fólk megi segja frá sinni reynslu, sko, og það er, þú veist, síðan það er þín upplifun. Já, ég meina, og í samræmi við upplifun svo margar annara, skilur, þannig að þetta er bara, ef það má ekki tala um það, þá er náttúrulega augljóst að það mun aldrei neitt batna, sko, og mér finnst einmitt mjög mikilvægt að koma inn á þetta varandi tungumálið, sko, að því við spurðum, hvort að, þú veist, af hverju fólk að ekki lært íslensku, sérst, innflytjendur. Og ég meina, það er út af tímaskorti og bara, og við erum líka einhvern veginn að geta sett okkur í spor annar, það er ógeðslega erfitt og við trúum ógeðslega mikið álag á heilan að vera, að læra tungumál og eftir langan vinnudag og þetta sinna börnunum og heimilinu og bara lífinu að, þú veist, fara svo að læra annað tungumál, ég meina, þetta er bara ógeðslega mikið og svo kostar það líka, þú veist, sem er líka önnur stór ástæða, þannig að þetta er auðvelt að segja, sko, en ekki alveg einfalt að ég þekki það bara alveg, þú veist, þar ég læri og það er bara eins og það er og ég var á einhverjum tíma í svona þessu tíma þegar sem að ég var að læra íslensku að mér fannst eins og ég þarf að vera fullkomin
og svo bara það var mjög hrægt þegar ég kom að því að það mun aldrei vera, ég myndi aldrei vera með fullkomni hreim og fullkomlega notkun á tungumálinu og það var bara mjög erfitt fyrir mig að sátta sig við það og ég bara tók langan tíma til að bara þetta nóg gott, ég get alveg byrja að tala, ég get alveg byrja að segja hvað vittlist jafnvel og það bara skapar, það bara hluti á mér, þetta ég. En þessi krafa einmitt íslensku mjög stórt og ég bara einn af fáum til dæmis innflytjendum sem fékk að vinna í stjórnsýslu, bæði í borginni og hjá ríkinu og líka hér í háskólanum. Það ekki margir sem eru af erlendum með erlenda bakgrunn sem að vinna ennþá í stjórnsýslunni. En við erum búin að tala mikið hvað að. Við þurfum bara að finna lausnir, segja hvað þarf að gera, finnst mér. En kannski byrjum svona almennt, hvað það sem við þurfum að gera til að vera meira inngildandi sem samfélag? Það er alveg rosalega margt sko og engin ein laus sko og hún náttúrulega bæði snýrað okkur bara sem personum, þú veist sem að gera bara í sínu daglega lífi að maður auðvitað verður bara og ég, þú veist sem bara innfætt að ég meina maður bara reynir að setja sig í spor innflytjenda, leggja sig meira fram við að nálgast bara foreldra barna, þú veist vinamanns, vinabarnamanns og eitthvað sem erlendum uppruna og reyna þannig bara sem svona samfélagsþegn auðvitað og það bara eitthvað svona eitt, en síðan auðvitað okkur svona stærra sviði að þá finnst mér algjörlega augljóst að það verður að tryggja sko fjárhagslega afkomu allra og við getum ekki búið til einhver undirmálsstétt hér sem að vinnur mjög mikilvæg störf sem að getur ekki lifað að laununum og húsnæði þarf auðvitað að vera og það ég meina við verðum að vera með samfélag þar sem að við erum með húsnæði fyrir allt fólk sem býr það algjörlega augljóst. Og svo myndum maður vilja sjá þetta í gegnum svona varðandi börn að það sé jafnt aðgengi allra barna, þú veist að tómstundum og þú veist að allt sem í kringum skólan, þú veist það sé ekki háð einhvern veginn tekjum eða fjárhagsstöðu foreldra hvort þið getur farið í skólaferðalag og alls konar svona sem að finnst svona þetta verður nokkuð einfalt að við sköpum einhvern veginn samfélag sem göngum út úr því að það sé allt jafnt aðgengi fyrir börn. Síðan varandi þá íslensku kennslu að þá held ég að það skipti mjög miklu máli að skilja það og bara ganga út frá því að það mjög mikið til mikils að ætlast að fólk sinni tungumálanámi sem þarf að sko verja svo rosalega, þú veist, mörg 100 klukkutími sko. Þetta ekki þannig að þú farir 3 tíma einu sinni í mánuði í tungumálanám, þú veist, þetta ekki þannig nám sama hvaða tungumál þú læra og þá held ég að náttúrulega eða einhvers konar í tungumálnám að vinnutíma eða eitthvað svoleiðis myndi auðvitað vera mjög mikil myndi breyta mjög stöðunni fyrir þau sem það sko vilja þannig að þetta svona eitthvað og svo, og svo auðvitað annað að það alveg augljóst að við erum ekki sko það eru eins og þú talar bara að þú hafa fengið að vinna í stjórnsýslinu og í Reykjavíkurborg og svona að það augljóst að það mismunun varðandi bara tækifæri og það sko auðvitað ætti þá kannski ríki og sveitafélag að hafa svona einhver forgöngum það að reyna að jafna það út og þetta verður að tryggja að viðhaldist ekki og erfist og áfram gríðarlega mikilvægt og svo svona þinn almenni vinnumarkaður auðvitað verður líka að meta fólk sko og meta fólk út frá verðleikum og
og stundum sko varandi tungumálið þá minnst mér að kannski ekki alltaf ástæði fyrir, þú þarft ekki öll störf að vera reybrennandi í íslensku. Nei. Þó þessu sérfræðastörf og margir Íslendingar vinna í störfum það sem er tala engungu ensku, þú veist, eða eru bara samskiptum með ensku, þú veist, og þannig að það svona margt í þessu sem við kannski þurfum að svolítið opna hugan, þú veist, sem svona einstaklingar, samfélagið, atvinnureikendur, svona mörgum sviðum. Já, algjörlega. Mér finnst líka bara skipta máli að þú veist að orðræðan sem að kemur einhvern veginn sko frá yfirvöldum sé ekki til þess fallin að ýta undir þessa mismunun eða þessa fordóma sem að eru rassarandi í samfélaginu af því það gefur bara, setur einhvern veginn svona olíu á eld þeirra sem að við halda kannski einhverju fordóma fullum hugmyndum hvernig samfélagi skiptist eða eitthvað. Þú veist, mér langar alltaf að segja þú veist að það þarf meiri fræðslu og eitthvað en þú veist skilur, svo það bara hver sækir fræðsluna ef maður hefur einhverja fræðslu í boði. Það er yfirleitt þessi sem hafa áhuga á. Já, akkurat. Og þú veist, af því þetta er í rauninni, þú veist, það gerist ekki neitt ef við erum bara með einhver loforð einhverjar aðgerðir og svo er það bara einhver ákveðin hópur sem að sinnir þeim. Af því að þú veist, vandamálið er bara, þú veist, gegnum gangandi einhverju þverskurði af samfélaginu. Og ég held að inngilding gangi ógeðslega vel í einhverjum svona afmörkuðum hópum sem að hafa bara lagt sig fram í að reyna að, þú veist, reyna að vera meira inngildandi. En það eins og þau gerði í Ranís, til dæmis, er það ekki? Það var svolítið svona... Já, þú veist, ég held að það hafi svona... Já, þú veist, þegar við vorum að gera þessa inngildingarstefnu sem vísum bara fyrir landsskrifstofu Erasmus Plus, þannig inni á landsskrifstofunni, þú veist, það sem að af því að við fórum í þessa vinnu, sko, og reyndum að involvera fólk bara, þú veist, ekki, þetta var ekki bara ég að búa til eitthvað stefnu, þetta bara svona byggu til teymi þetta. Það gerði það eiginlega frekar að verkum að fólk, því líður eins og það geti talað inngildingu af meira öryggi heldur en áður og það skilur frekar í hverju hún felst og það er tilbúið í að læra en ég ætla ekki að segja að segja eitthvað 100% rétt og við séum orðin eitthvað ótrúlega inngildandi sko, þú veist, þvert á alla kanta, við getum alltaf gert betur en mér fannst ótrúlega mikilvægt þegar ég fór í fékk þetta hlutverk upp í hendunar einhvern veginn og átti að fara að búa til stefnu að þetta væri ekki bara eitthvað plagg sem að ég skrifaði og setti síðan á borðið hjá þeim og því að ég vinn eftir þessu og veist, plaggið er ágætt og ég er einhvern veginn að vinna í því að uppfæra það út frá því hvernig hefur gengið síðan við settum það fyrst á laggirnar en það sem að skilaði mestu var bara að það voru allir með í þessari vinnu og núna þótt að þau séu ekki alltaf að lúslesa þessa stefnu eða aðgerðaráætlunina þá eru þau bara meira meðvituð það í hverju inngilding innan þessa ramma sem Erasmus Plus getur falist og þau eru miklu líklegri til þess að koma til mín og benda á eitthvað þetta er ekkert mjög inngildandi það ef þú veist fólk gerir þetta og hitt og þá nei, bara það er alveg rétt en þetta er kannski eitthvað sem þau sá ekki fyrir en þau fóru að pæla í og þetta er bara eitthvað sem að þú veist, samfélagi þar finnst mér að gera þú veist, og í einhvern veginn í svona fyrirmælum líka kannski eða einhvern veginn að ofan þarf að koma skilur bara viðurkenning á því sem að við höfum kannski verið að reyna að gera en hefur verið bara kolvitlaus nálgun eða þú veist, bara viðurkenna þennan briskleika, maður er ekki þótt maður meini vel að þá er maður stundum að gera hlutina einhvern veginn verri og frekar að læra af því heldur en að vera í einhverju afneitun og skella ábyrðinni svo á hópinn sem er verið að jaðarsetja þú veist, og þetta samtal bara alla ólíka kanta jaðarsetningar á Íslandi af því að við erum, eins og ég sagði þér áðan, við erum að tala fólk af erlendum uppruna en ég meina jaðarsetninga á sér stað bara alls konar ólíkan hátt og hvort sem að það er, þú veist einhver stéttaskipting eða búseta á landsbyðinni eða hinseinleikin, bara kynin bara hvað þú veist, við þurfum bara að vera með það markmið að vilja skapa samfélag sem að fólki líður vel og það getur tekið þátt og þá þurfum við að skoða svo ótrúlega marga ólíka þætti þú veist, hvar eru hindranirnar og hvernig ætlum við að draga og hluta því að taka burtu hindranirnar er að fara í einhverja sjálfsvinnu, bara hvert og eitt okkar þú veist, það gerir okkur ekkert af slæmu manneskjum að horfast í augu við það að við höfum annarkvort verið með einhverja fordóma eða eitthvað, þú veist, það er bara við erum afurðir þess samfélags sem við öllumst uppið en þú veist, ef við ætlum að tökum þessa vitneskju og ætlum svo ekki að gera betur eða breyta eitthvað út af vananum, þá erum við kannski farin að vera svona hörðu, það er kannski eitt að horfa eitthvað á það, hvers vegna við erum ekki að breyta sko. Ég held að sé, þú veist, líka við þurfum að munna, þú veist, að í rauninni inngilding er ekki eitthvað sem er hægt að gera eitthvað svona advent trend eða eitthvað og bara afgreitt, það er eitthvað sem er eins og þú segir, þú þarf að vinna að því það eru alltaf breytingar í samfélaginu, svo það þarf í rauninni alltaf uppfæra þetta sem var áðan og það er í rauninni ekki að það samfélag var ekki
fjölbreytt fyrir, þú veist, það er ekki allt í einu gerist og kannski með innflytjendum sem koma meira mæli til Íslands. Já, eða þú veist, við erum náttúrulega bara ekki verið inngildandi samfélag, Nei. eða þú veist, held ég, svona í grunninn. Já, nei, og bara eina. Það er náttúrulega fjölbreytileikin er svo margþættur. Ég meina, það hefur alltaf verið fólk sem er með fallanir eða, þú veist, og það hafa verið hinsegin einstaklingar og svo hafa bara, þú veist, sem var mjög jaðsett. Já, og bara, ég meina, konur, þú veist, það að konur sé út af vinnumarkaðnum yfir höfuð er ákveðið forma af einhvers konar viðleitni til inngildingar, en svo er þetta deila það hvort að það sé einhvers konar jafnrétti á Íslandi, þú veist, það er kannski betra samkvæmt einhverju mælikvörðum heldur en í öðrum löndum, en í hverju felst það þegar að, þú veist, ábyrgðin er kannski samt ennþá einhvers konar misskipt, þú veist. Þannig að, einmitt, við höfum séð ákveðið form af inngildingu eiga sér stað á einhverju leyti, en við höfum bara ekki kannski pælt í því, en það er svo auðvelt þegar maður heldur að inngilding snúist bara fólk að verðandum uppruna að slá út einhvern meginn út á borðinu, en þú veist, við þurfum öll á inngildingu að halda, og ef við erum öll í einhvers konar vinnu sem snýr að því að gera samfélagið betra fyrir aðra sem mæta hindrunum, þá er kannski á einhverju tímapunkti komið hringinn sem einhver annar er að huga að inngildingu fyrir maður sjálfan, sem að, þú veist, er ekkert endilega því að maður er að verðandum uppruna, heldur út af einhver öðru, þú veist. Þess vegna er þetta svo mikilvægt í stóra samhenginu, finnst mér. Já, ég er algjörlega sammála, en hvað finnst ykkur að oft þegar talað er fjölbreytileika og inngildingu til dæmis út frá uppruna fólks í samfélaginu, að það sé einhvers konar mottþrói í svona indóku samfélagi, svo sem sagt í okkar tilfelli íslensku samfélagi, einhvers svona er talað að samfélag mun missa sína gildi og sína menningu. Hvernig myndu þið kannski svara þessu? Sko, sem manneskja sem bara alin upp í einhverju svona menningarflæði milli tvekja mjög ólíkra menningar heima. Þú veist, að því ég er löngu hætt að tala mig sem hálf íslenska og hálf egypska, því þú veist, það er bara ekkert hálft í mér. Ég er bara, þú veist, 100% íslensk þegar kemur að úksla mörgu, bara eins og, þú veist, áhuga á íslensku máli og ljóðagerð og náttúrunni og einhverjum samsöng, íslenskum sumarnóttum og útilegum og bara, þú veist, you name it. Það er bara, það stoppar ekki einhver staðar hérna, þú veist. Og já, bara, þetta er bara eitthvað hér og á sama tíma þá upplifi ég líka rosalega mikil tengsl á mörgu leyti við margt í egypskri menningu og það bara nullar ekki eitt út hitt. Ef þetta getur fungerað saman í mér, þá ætti þetta alveg að geta fungerað saman í einhverjum öðrum. Og ég líka segja, þú veist, sko, ást á menningu á ekki að vera einangrunarstefna menningar. Þú veist, ef þú vilt að annað fólk virði menningu, þá verður að bjóða því inn í menninguna til þess að leyfa því að skilja hana og til þess að leyfa því að finna einhver tengsl við menninguna. Því þegar þú getur tilengaði menninguna og finnst þú tilheyra inn í henni, þá virður hana miklu frekar heldur en ef að menningin er notuð sem eitthvað til þess að útiloka þig. Af hverju ættirðu að virða eitthvað sem er notað sem tól til þess að segja að þú sért ekki neins virði? Og þú veist, það er líka bara mjög gaman að skoða hvað við eigum sameiginlegt með ólíka menningar heima. Og við erum miklu meira sameiginlegt með ólíka menningar já. Þannig að þú veist, ég held að þú veist, og líka bara maður skoðar einmitt eitthvað, hver eru íslenska gildi? Þú veist, ég meina ef þú spyrð fólk og það er bara eitthvað svona náungakærleikur og hjálpa öðrum þegar á reynir og þú veist, þú veist, bara hugsa vel börnin sín og gamla fólki og allt þetta. Það er engin önnur menning að fara að segja okkar gildi er að vera leiðileg við gamla fólki. Skiljið, þú veist, þetta er allt mjög sammannlegt. Þú veist, þannig að, þú veist, það er auðvitað kannski einhverju hlutir, einhverju núansar sem eru ólíkir og þú veist, það er alltaf þetta að taka samtal það og reyna að skilja hvaðan þessar hugmyndir koma. En þú veist, við lærum miklu frekar af því að eiga samtalið heldur en að loka bara fólk. Og ég held að íslensk menning verði bara sterkari. Þú veist, ef við erum með hana, þú veist, við opnum hana og leyfum fólki að taka þátt í henni og bara, þú veist, sýnum þeim hvers vegna við elskum hana svona ótrúlega mikið, heldur en ef við erum alltaf bara, nei, þið með ekki vera með í þessu. Það var mjög einfalt svar í rauninni. Mjög einfalt. Ekki hægt að bæta neinu En bara til að draga þessu saman, ég held við erum búin að fara svolítið svona víða en nauðsynlegt. Svo hvernig er þessi inngildandi samfélag, íslensk samfélag á okkar mati, ykkar mati?
Ég bara, mér veist ég var búin að tala svo mikið, þannig að það er að leifa ykkur verðum að svara. Ég þannig að þú veist einhver í rauninni er kannski einhver andstæða við samfélagið sem er núna sko. Ok, já, gott svar. Já. Þú veist, já, eiginlega, mér finnst margt alveg hryllilega slæmt sko. Mér finnst það bara að vera eitthvað með svona samfélag þar sem að, þú veist, það eru bara maður fær að sjá, þú veist, sama hvernig maður fæðist, hvort sem það er hér og eða maður flytur hingað, og maður getur séð einhverja fyrirmyndir sem maður getur endurspeglað sig í úti í samfélaginu. Þú veist, ekki bara í listum og íþróttum eitthvað, heldur líka bara út í, þú veist, bara á hærri stigum samfélagsins. Þú veist, ég væri til í að bara þessi fjölbreytileiki væri endurspeglaður víðar. Já. Þannig að, þú veist, krakkar sem eru að alast upp geti hugsað bara, já, ég get orðið hvað sem er, en ekki bara ég er afmörkuð af mínum bakgrunni eða nafninu mínu eða útlitinu mínu, þú veist, eins og staðan er núna. Og bara að fólk geti fengið, þú veist, að upplifi að færni þeirra og áhugi hafi einhvern farveg sem að færir þeim lífsfyllingu, fjárhagslegt öryggi kannski og einhverja gleði til þess að bara blómstra, því ég held að það er svo rosalega mikið af samfélagslegum vandamálum sem að er hægt að forðast þegar fólki líður hreinlega bara betur og er örugt, þú veist, af því það er svo margt eins og vorum að tala um þetta með andlegu heilsun áðan, þetta hefur svo mörg áhrif, þú veist, svona áhrif sem að svona vefja á upp á sig, af því þú veist, andlega heilsa, þú veist, hefur síðan á endanum áhrif á einhverju líkamlega einkenni og þá ertu komið með heilsufarsvandamál, minni virkni, kannski andfélagslega hegðun og eitthvað sem að bara, þú veist, ég hata að segja þetta en kostar samfélagið pening, þú veist, þannig að þannig væri ég til í að sjá samfélagið, þar sem fólk svona fær einhvern veginn að blómstra og kannski bara að, já, þú þurfir ekki að takmarka þig við eitthvað sem að þú, sko, vilt ekki gera, að þú veist, vera föst einhvern veginn. Já, bara finnst að, þú veist, ígildandi samfélagi bara samfélagi þar sem er pláss fyrir alla og þú veist, við öll getum gert bara það sem við viljum og náum okkar markmiðum án þess að eitthvað sem utankomandi stoppar okkur og ég vonaði með þessi verkefni hér í háskólanum náum við að opna háskólasamfélag meira fyrir krakkar sem eru með innflytjendabakgrunn og það kannski vonandi verður það sem sagt gott fordæmi fyrir aðra stofnana og okkar reynsla má nýtist annars staðar. En já, ég bara þakka ykkur fyrir að koma að spjalla við mig. Takk fyrir að hafa mig. Já, takk fyrir að bjóða mér. Takk fyrir.